Þessi þáttur er unnin í samstarfi við Vestfjarðastofu. Atvinnulíf á Vestfjörðum hefur mátt þola umtalsverð áföll á undanförnum árum. Sjávarútvegur er ennþá megin uppistaða atvinnulífsins en hefur dregist saman frá blómaskeiði seinni hluta síðustu aldar. Atvinnu og mannlíf á Vestfjörðum stendur á margan hátt á tímamótum og ný sóknarfæri blasa við. Samgöngur hafa stórbatnað, stórfelld uppbygging í fiskeldi í pípunum og tækifæri í ferðaþjónustu eru víðast hvar á Vestfjörðum. Einnig nýting náttúruauðlinda svo dæmi séu tekin. Örar tækniframfarir og nýsköpun verða án efa lykildrifkraftar atvinnulífsins á komandi árum, auk þess sem aðkoma stjórnvalda hefur mikið að segja. Í þessari þáttaröð tökum við púlsinn á atvinnumálum Vestfjarða, heimsækjum skapandi fyrirtæki og ræðum við fólk sem er sérfrótt stöðu mála. Segjum á að þrautseigja og lausna með sjónarmið einkenni mann- og atvinnulífið á Vestfjörðum. Hátæknifyrirtækið 3X Technology á Ísafirði er vel þekkt víða heim. Hérna vinna 60 starfsmenn og framleiðslan fer nánast svo til eingöngu til útlanda. Fyrirtækið er 26 ára gamalt og hefur vaxið mikið frá stofnun. Útflutningur á framleiðsluvörum fyrirtækisins hófst fljótlega og í dag má segja að heimurinn allur sé undir. Hérna eru hannaðar og smíðaðar sérhæfðar tæknilausnir fyrir matvælaiðnaðinn, þó aðalega sjávarútveginn bæði í landi og á sjó. Já, við erum í Skaginn 3X grúpunni. Systir félag okkar er auðvitað Skaginn og Akranesi og Þorgeir og Ellert sem að mynda Skaginn 3X. Hvernig gengur ykkur að fá vel menntað starfsfólk hingað vestur? Það gengur bara nokkuð vel síðustu ár. Fannst það bara lagast svona, hvað að segja, já, svona fyrir 10 árum fannst mér þetta fara að lagast. Þetta var svolítið erfitt en með svona tilkomu þegar fyrirtæki fór að verða þekktara landið að þá fannst mér þetta verða auðveldara. Hérna er mikið háskólamenntað fólk. Já, við erum með þetta frábært starfsfólk, mikið af menntuðu fólki, flest okkar störf krefjast einhvers konar menntunar. Þetta er auðvitað bæði háskólamenntun og síðan mikið af innmenntuðu fólki. Við erum í mjög góðu samstarfi við til dæmis menntaskólann hérna á Ísafirði stálsmíðamenntun og renningsmíði til dæmis. Þannig að það er alveg fyrirmyndar samstarf. Veltan vegna erlendra lausna hefur farið upp í 90% á ári. Karl segir að Íslendingar séu vel þekktir í tæknilausnum víða heim. Já, Ísland er þekkt sérstaklega í sjávarútvegi fyrir, fyrir áræðnar og skemmtilegar lausnir. Íslendingar eru einhvern veginn þannig að þeir vilja og eru tilbúnir til þess að prófa nýja hluti. Þannig að þróunarumhverfið á Íslandi, og ég tala ekki Vestfjörðum, er mjög gott. Aðgangur að hráefni er góður og síðan er þetta mjög gott samstarf við fyrirtækin sem að gera okkur miklu auðveldara fyrir að þróa nýjar lausnir. Já, þróa nýjar lausnir, segir Karl. En til þess að standa samkeppnina þarf meðal annars vel menntað starfsfólk og sömuleiðis þarf að uppfæra tækjabúnaðinn reglulega, vera sem sagt með nýjasta nýtt. En höldum þessu næst í smiðjuna og skoðum sjálfvirka suðuvél, nokkurs konar róbót. Kaupendur gera afar ríkar kröfur góðar og öruggar suður. Þetta er alveg bylting hjá okkur. Hvernig þá? Já, hún bara síður sjálf. Maður þarf í rauninni bara að stilla hana upp og forrita hana og hún klára sem sagt suðurnar og það verður alltaf eins og það er bara mikilvægt skref í átt að sjálfvirknivæðingu hjá okkur af því að við ætlum að skila frá okkur hágæða suður, sérstaklega í rörum.
En að hún sé að sjóða svona sjálfkrafa og suðan verður alveg slétt, það skiptir væntanlega miklu máli í matvælaiðnaði. Jú, það einmitt ekki styrkleikinn hjá okkur sem við erum að horfa í. Heldur þetta þrifanleiki og það skiptir máli að suðan bæði þétt og slétta innanverðu. Hún bara jafn afkastamikil og mjög vanur suðumaður, en hún þreytist ekki og hún gerir alltaf eins og alltaf jafnvel. En hvað með úttekt á suðunni, hvort að hún sé nógu góð og öflug? Jú, það verður að gera það, þá aðalega þegar við erum að gera nýja suður, þá þurfum við að byrja að gera forrit og marga pröfusuður og þá förum við úttekt, byrjum til skýrslu og vottorð fyrir suðunar og þá í hver skipti sem við sjóðum þá fáum við svona útbrenndan strimil og við getum séð þá hvort ekki sé allt í lagi og eftir forritinu og því sem við skilgreindum. Kaupendur eru einmitt farnir að krefjast slíkra vottorða gæða suður. En nú spurt, þetta hátækni fyrirtæki einfaldlega ekki á vitlausum stað á landinu? Væri kannski betra að vera nær markaðnum, til dæmis alþjóðlegum flugvelli? Karl rekstrarstjóri hefur heyrt þessa spurningu áður og hann ekki í vafa að Ísafjörður sé einmitt rétti staðurinn. Hér höfum við aðgang að fiskvinnslufyrirtækjum, laxeldisfyrirtækjum. Hér mjög fjölbreytt sjávarútvegsstarfsemi þannig að umhverfið mjög gott. Þetta Flateyri og hér hefur fólki fjölgað á síðustu 3 árum. Ríkisstjórnin samþykkti fyrr á árinu að leggja 13 milljónir króna til fjármögnunar nýsköpunarstyrkja og stöðuverkefnastjóra í nýsköpunar- og þróunarverkefnum á Vestfjörðum. Á næsta ári verður 26 milljónum króna varið til verkefnisins. Mjög fljótlega var auglýst eftir hugmyndum og viðbrögðin lét ekki á sér standa. Það eiga það allar sameiginlegt að kannski stuðla að hlutum sem að geta tryggt að fólk vilji hér búa áfram. Í mjög víðum skilningi. Eitt að fegra bæinn, annað að búa til eitthvað menningarlíf, þriðji að stofna hér fyrirtæki eins og brjálæðingar, fjórða að safna saman einhverju sögu, ferðaþjónustu, bara í öllum flokkum. Þegar að peningar koma og til þeirra verkefni sem þið veljast í, þá munir það vera virkilega verkefni sem geti hér bara skilað mjög miklu fyrir samfélagið. Nú þekkir þú vel til lýðskólans, þú varst hér fyrsti skólastjóri, lýðháskólans hérna þá. Hverju hefur hann skilað inn í þetta samfélag? Öllu. Ég held að sem bara frumkvæðla verkefni og sem samfélagsþróunar og byggðaþróunarverkefni, þá það eitthvað sem að ég veit að litið svolítið til og kannski pínlítið öfundar augum stundum vegna þess að hér þetta ekki bara orðið blómlegt samfélag af 30 nemendum, hér koma kennarar bæði af svæðinu og allstaðar úr heiminum í raun og veru. Hér hafa bara alls konar viðburðir verið settið fram og hér allt í orðið 30 fleiri í bænum á hverjum tíma sem þýðir að þjónusta blómstrar betur, þannig að þetta ekki bara skila því að hér er fólk og líf, heldur þetta bara grundvelli fyrir ákveðna þjónustu. Það sem hann hefur skilað líka ekki bara þeir nemendur sem koma hér árlega, heldur mér telst til núna að þessi allavega 9 eða 10 nemendur sem hafa orðið eftir og að þeim 3 pör búin að kaupa sér hús. Þannig að þau ekkert komin til þess að tjalda til einnar nætur, heldur vonandi bara til framtíðar og hér þarf að fara og taka þátt í bara því sem þið þarf að gera, sem þetta bara alveg frábært. Þarf ekki talsverða bjartsýni til þess að vilja vera á svona stað, við getum orðað þannig sem oft talað Ég ætla að segja tækifærin eru miklu fleiri hér heldur en á mörgum öðrum stöðum vegna þess að hér vantar margt og hér þörf á svo mörgu að hafa þekkingu, reynslu, hugmyndir, kraft og dug að þá hér hægt að búa til með mikið úr engu og verða sér í raun og veru eða búa sér bara til sína eigin vinnu. Þannig að ég held að þetta þarf maður að hafa hugmyndaflug og kraft eða þor til þess að taka svona ákvörðun en ég held að sé svo sem auðveldara kannski að koma sér fyrir með kannski ekkert á milli handana á svona stað heldur en á mörgum öðrum. Við tala sér ekki bara húsnæðisverð og hvað allt auðvelt hérna að bara búa hér.
Já, við erum stórhuga og það er einhvern veginn eins og, sko, það er ekki það að ég hafi, sko, leitað í læðingi, en það einhvern veginn, það virðist bara allir hafa verið með hugmynd og alls konar gengið með alls konar í maganum, svo þarf ekki nema bara einhvern svona lítinn farveg og það bara, fyrir allt af stað. Og ég held að það sé, já, þetta verður eitthvað. Við færum okkur set, næsti viðkomustaður er Bolungarvík. Landbúnaður er ekki mikill á Vestfjörðum, þó mismunandi eftir svæðum. En öflug mjólkurvinnsla er hins vegar hér í Bolungarvík, sem sérhæfi sig í laktósafríum mjólkurvörum, það er að segja án mjólkursykurs. En við ætlum að skoða mjólkurvinnsluna Örnu, þriðja fjölmennasta vinnustaðinn hér í Bolungarvík. Frumkvöðurinn Hálfdán viðraði fyrst hugmyndina Örnu við eldhúsborðið heima hjá sér, þegar verið var að ræða hversu lítið framboð væri af ferskum mjólkurvörum fyrir þann hóp fólks sem væri með mjólkuróþol. Það var ekki byrjað stórt, en viðtökurnar hafa hins vegar orðið til þess að fyrirtækið hefur dafnað vel. Og það er nú bara sýnt sig á þessum 6 árum sem við höfum verið starfandi að það var rétt ákvörðun hjá okkur að gera það þannig. Því þetta hefur verið laktósafrí framleiðsla á mjólkurvörum hefur verið mjög vaxandi, bara alls staðar í heiminum og við hefum alveg fundið fyrir því hérna. Og svo náttúrulega svarar þetta þörfum fyrir marga sem hafa verið að glíma við óþol og miklu fleiri heldur en þá sem hafa vitað að vera með óþol. Sumir hafa ekkert áttað sig á því fyrir en að smaka mjólkin okkar, að þeir vera betur af henni. Þannig þetta er svona mætir óskum og kröfum fólks mjólkurvörur. Hálfdán hefur langa starfsreynslu í mjólkinni. Er einhvers stað til tölur yfir það hvað margir þola ekki laktósa? Sko, ef við tökum inn vestræna heim, þá er yfirleitt talað 5-10%. Ef við förum í Austur-Evrópu eru konum 40% og Afríka 80%, Asíu 90%, Suður-Ameríku 80%. Þannig að þetta er svona, þeir sem þola best mjólkina, þess að hefðbundna mjólk, það eru vesturlandabúar. En ætla mig ekki segja svona 80% af jarðarbúum séu með mjólkuróþol. Þannig að þetta er náttúrulega gríðarlega stór markaður og þess vegna er innan mjólkureyrin aðeins þessi grein að vaxa mjög hratt. Hvaða aðrar vörur en mjólk ertu með? Við erum náttúrulega með þessa hefðbundnu drykkja, mjólkurrjóma og svoleiðis. Svo erum við mjög mikið í sýrðum vörum, bæði skýri og grískri jógurt og bara hefðbundnu jógurt og apimjólk. Við erum í ostagerð, framleiðum mozzarella-osta og svona kryddosta, stifta. Og svo erum við náttúrulega alltaf að skoða hvaða möguleikar eru. Við erum stöðugt vöruþróun því að þetta snýst mjög mikið að vera stöðugt að koma nýja vörur. Fólk vil alltaf vera að pröfa eitthvað nýtt bara. Við höfum verið að fara út í árstíðabundnar vörur og komum til dæmis með haustjógurtinn okkar fyrir 3 árum held ég. Þar sem við fáum fólk hérna í kringum okkur eða hérna hjá okkur til að tína fyrir okkur aflopir sem við notum í jógurt og það hefur verið gríðarlega vinsæl vara. Og svo erum við bara náttúrulega stöðugt í vöruþróun. Já, þið meira þess að tókuðu upp á að ná ykkur í rabarbara inn á Ísafirði. Já, við byrjum á því núna í sumar. Við erum náttúrulega með þessa jógurt sem við kallum haustjógurt. Það kallum við sumarjógurt sem var mjög vel heppnuð vara með íslensku rabarbara. Þannig að við erum alltaf að skoða eitthvað svona. Já, vöruþróun er nauðsynleg í hinum síbreytilega heimi. Helstu markaðir Örnu eru á höfuðborgarsvæðinu enda flestir sem búa þar. Við flytjum nánast alla okkar vörur suður. Við sjáum sjálfur að dreifa vörur hérna á Vestfjörðum en að öðru leyti er fyrirtæki Reykjavík sem sér að dreifa fyrir okkur í einum grænum. Og þeir, varafyrirtæki þeirra, þeir taka til allt og senda allt land og höfuðborgarsvæði. En það er náttúrulega langstærsti markaður. En nú er Bolungarvík ekki þekkt sem landbúnaðar hér að hvaðan færðu mjólkina? Við fáum hérna mjólk að Vestfjörðum, bæði norðanverðum Vestfjörðum og núna líka sunnanverðum Vestfjörðum eftir að göngin fara að opna. Byrja því í vor og svo það sem upp á vantar kemur úr Dölunum eða eitthvað staðar úr Borgarfirði eða eitthvað. Þannig að þú ert í raun og veru að nota alla þá mjólk sem fellur til á Vestfjörðum í þitt fyrirtæki? Já, við erum að gera það. En hér endar vegurinn í Bolungarvík og þú kemst ekki norðar.
Hvernig ekki eiginlega galið að vera með þessa verksmiðju hér? Jú, það má nú eiginlega segja það sko. En hérna viljum við vera og þó svo að kosta okkur einhver pening þá finnst okkur alveg þess virði að borga það fyrir að fá að vera hérna vegna þess að ég tel að það er náttúrulega mikið atriði fyrir bara landsbyggðina náttúrulega að fyrirtæki safnist ekki saman í Reykjavík og þetta hefur gengið vel hjá okkur hérna. Þannig að við erum kannski að græða aðeins minna en okkur er alveg saman það. Við viljum vera í Bolungarvík. Hálfdan segir að reksturinn hafi verið réttu megin við núllið til þessa. Veltan á þessu ári verður 1,5 milljarður króna og starfsmenn er 30. Í þessum bransa er bara lykilatriði að vera stöðugt að þróa nýja vörur og vera að hugsa framtíðina, ekki fortíðina eða nútíðina, heldur bara að hugsa fram á við. Og eftir 10 ára ætlum við bara að vera komin á þann stað að við séum búin að stabilisera okkur í þessari framleiðslu sem við erum í. Búin að koma okkur upp þeim tækjakosti sem við þurfum til að framleiða gæðavöru því að framleiða góða mjólkurvöru snýst rosalega mikið við erum að góð tæki og tól. Og eins og sé 10 ár tekur það og þar bara verðum við eftir 10 ár frá stofnun fyrirtækisins. En í hverju felst vöruþróunin hjá Örni í Bolungarvík þessa dagana? Hálfdan er með svörin á hreinu. Núna þessa dagana erum við að vinna verkefni sem snýr að því að fara í innræktum á jarðarberjum, íslenska jarðarberjum og sjáum fyrir okkur að við gætum framleitt bara í húsnæðinu hjá okkur nokkuð tonna á ári sem við myndum þá nýta í einhver árstíðabundna vöru og þá er þetta innræktum þar sem við erum framleitt allt árið. Einnig erum við að hugsa að fara út í framleiðslu á ferskum kryddum sem við myndum nota í ostan okkar og þannig að við séum að nota sem mest hráefni sem við framleiðum sjálfur eða er bara úr umhverfinu og það er hluti sem við erum alltaf að skoða að nýta hráefni sem er á staðnum eða búa jafnvel til sjálfur eins og við erum að skoða með þessa innræktun á kryddum og jarðarberjum og framleiðsla kryddjurtum er tiltölulega einfald, jarðarberjum kannski flóknari og við erum bara eins og segja að þróa aðferð og læra hvernig við gerum það. En höfum við trúið að það verður koma næsta ár. Næst liggur leiðin til Suðureyrar. Fissermann er matvæla- og ferðaþjónustu fyrirtæki. Ferðamenn sem heimsækja Suðureyri upplifa sjálfbærni samfélagsins íslensks sjávarþorps. Fissermann verður 20 ára í desember. Upphafið er ferðaþjónusta sem var árstíðabundin. Við erum upplifuna fyrirtæki með fisk. Það er svona alveg sama hvað það er. Uppstaðan í dag er sala á fiski en reyndar þetta árið skrítið út á COVID og þá er lítil sem engin ferðaþjónusta en okkar áætlanir á þessu ári geng út á það að vera kannski með 10% ferðaþjónusta á móti 90% í sölu á fiski. Elías segir að í raun og veru sé gert út á sjálft sjávarþorpið. Að því að við erum ferðaþjónn í litlu sjávarþorpi og all ferðaþjónustan snýst að segja sögur af lífinu í litlu sjávarþorpi og við erum búin að taka í mörg ár gesti í skipulagðar ferðir þorpi sem heita Seafood Trail og það eru þúsundir manna sem að koma í þessar ferðir hjá okkur alltaf reglulega til þess að upplifa lítið sjávarþorp alveg eins og þegar við förum til Frakklands að upplifa vínbúgarð og þá finnst frökkum merkilegt að koma að sjá okkar atvinnumenningu og þannig að þetta er svona byrjar að spinnast svolítið út frá því að erlendir gestir sem upplifa það að vera í svona þorpið þeir voru að spyrja okkur hvar getum við keypt vörurnar sem eru framleiddar hérna á svæðinu og þá voru við bara með engin svör það var hægt að benda einhver bretti með ómerktum fiski í sem var verið að flytja úr landi í einhverja sérmerkingar þar fyrir önnur fyrirtæki þannig að ég notaði þetta sem masterverkefni eða lokaverkefni í MBA-námi hjá mér að skilgreina hvort það verið að búa til íslenskt vörumerki tengt fiski fyrir útflutning og kom strax í lok námsins með vörur til þess að selja sem ferðamönnum hér á staðnum en síðan hefur þetta svona þróast bara jafnt og þétt gegnum árin og erum farin að selja núna mjög við það.
Elias segir að stórborgarbúum þyki mikil upplifun að kynnast litlu sjávarþorpi uppi á Íslandi. Sjálfbærnin mikilvægur punktur í þessu öllu saman. Það til dæmis heita vatnið, það kemur hér úr jörðinni, rafmagnið kemur með vatnsfalli úr jarðgöngunum, kalda vatnið kemur úr fjöllunum. Hér eru bara smábátar sem veiða á króka sem eru austan veiðarfæri, mjög stutt á fiskimiðin, þannig að olíunotkun við fiskveiðar með minnsta sem að finnst. Hér verið að vinna með full vinnslu á sjávarafurðum. Allt sem kemur upp á byrgjuna, það fer allt í einhvern farveg og verður að vörum. Þannig að sorp flokkað mjög ítarlega og hvað eftir öðru. Full vinnsla og svona virðing fyrir samfélaginu töluvert mikil og hefur bara verið, það ekkert okkur að kenna eða við vorum ekkert að gera þetta bara kom til og við höfum verið að nýta okkur þetta. En þegar þú kynntir þetta fyrst upphátt, varst ekki bara talin hálfu snarvillus? Jú, enn í dag ábyggilega, þannig að það ekkert nýtt. Elias segir að Reykjavík skipti miklu máli í matvælaframleiðslu og komi til með að aukast í framtíðinni og vöruþróunin tekur mið af öllum þessum gildum. Já, og svo sér bara umbúðunum okkar, við erum mjög hrifin af öllum pappalausnum til dæmis, við vorum fyrst á Íslandi til dæmis að vera með fersk matvæli eða fisk í pappaumbúðum í verslunum og við erum búin að vera fyrst með margar nýjungar í umhverfismálum í tengt matvælum og líka reyndar í öðru, þannig að við höfum þetta alltaf fremst í vöruþróuninni. En þið hérna á Suðureyri, þið vitið nákvæmlega hvernig maturinn verður til? Já, við vitum það og erum að reyna að sýna öðrum það líka því við höfum gaman að þeim. Næst liggur leiðin til Bolungarvíkur. Þar Djúpið sem nýsköpunar- og samfélagsmiðstöð. Djúpið í Ráðhúsinu og þar aðstaða fyrir frumkvöðla og nýsköpunarfyrirtæki. Arndís Dögg Jónsdóttir nýflutt til Bolungarvíkur og hún nýtir sér aðstöðuna í Djúpinu. Já, akkur núna ég aðalega nýta til að læra og ég kem kannski 2 í viku og skrifa, en svo líka bara til að hitta fólk sko. Og það líka útrúlega gaman að það séu fleiri námsmenn og nýsköpunar aðlar sem eru og maður fær svo mikið af hugmyndum og maður fær svo mikið vilja til þess að gera verkefni. Maður, ég veit ekki hvernig, maður fær einhvern veginn svona, bara jæja, drífa sig í stað og gera það. Nú ertu að klára þjóðfræði eða hvað ertu að klára nákvæmlega? Já, ég búin með þjóðfræði og í meistaranámi í upplýsingafræði. Og já. Og hvernig sérðu fyrir þér, ertu komin nú þegar með einhverja hugmyndir sem þú vilt vinna að? Já, ég kom með fullt hugmyndum, ég er alveg tilbúin að deila allum, en já, ég hef með hugmyndir. Og þakkar það eiginlega bara fólkinu hérna, þú veist, og þessu samfélagi sem þú ert í? Já, ein hugmyndi mín kemur algjörlega frá þessu samfélagi og það eitthvað sem ég langar rosalega mikið að sjá gerast. En svo bara lifir maður lærir og það kemur bara frá öllu í kringum mann. Hvernig að fá íbúð og leikskóla og svoleiðis hérna? Það var ótrúlega að finna ekkert mál. Ég kom í sumar í sumarfríinu mínu og fór til mömmu og var í viku og var búin að sækja leikskólapláss bara vikuna áður en ég kom og fyrir strákinn minn og búin að auglýsa eftir íbúð líka vikuna áður og svo hitti ég Sundi leikskólastjórann. Hún bara, já, þú varst að sækja pláss. Og ég já, ég var að sækja pláss. Hún bara, já, það var komið pláss. Ég man ekki alveg dagsetninguna en það í september. Og ég bara, frábært. Og svo bara fór ég að skoða íbúð daginn eftir og það var bara rétt íbúðin. Það var bara, ég skoðaði eina þó að ég var alveg með nokkrar fleiri í bakhundinni en það var þetta bara íbúðin sem langaði í og hún var bara akkurat. Sérðu fram á að vera hérna eitthvað áfram? Ég vona það. Ég fekk sem bara leyfi frá manninu mínum fyrir 1 ár og við eigum hús í bænum þannig að við erum ennþá með okkar skuldbindingar þar en vonandi verðum við áfram alla. Í næsta þætti höldum við áfram að fjalla vestfirskt atvinnulíf.